Já, gott kvöld. Það eru fréttir hér á Samstöðinni. 25. september, með mér eru Björn Leví Gunnarsson og Sigurjón M. Egilsson. Heyrði, það nú ýmislegt sem hefur gengið á í heiminum svona sem endra nær. En nú kannski helst svona hérðan, verðbólgan tókast upp á við. Já. Og hvað þýðir þetta, Björn Leví? Já. Nú læti þig að túlka. Þetta var náttúrulega stórt kosningamál núna síðustu kosningar að lemja niður vextina og verðbólguna með einhverju sleggju og svo framvegis og það heyrist ýmislegt svona að það sé nú engin sleggja og og ég veit ekki hvað og hvað en þetta verðbólgan eins og hún þarna núna samt undir rauninni meðaltali, bara sögulegu meðaltali bara því miður þannig stödd hérna á Íslandi að verðbólgan bara svakalega há eins og að jafna því. Já, og þú, við erum með graf. Graf? Já. Þú verður svo ljós á punkt í þessu. En þú, hvernig skýrur þetta? Hérna bara svona þróunin eins og hún hefur verið undanfarin ár. Hérna fer þetta aftur til 2020. Og þetta bara þessi klassíska svona verðbólga. Það svona smá punktar hér og þar sem koma inn. Sést til dæra illa að það kemur samt inn 10% verðbólga á tímabili. En það sjáu þarna hvernig sem sagt meðaltalið miðgildið og sem sagt meðaltalið svona sögulegt meðaltal, árlegt og mánaðarlegt. Og núna erum við í hérna 4,1% verðbólgu en sem sagt árleg meðaltals verðbólga 4,27%. 4,14% í miðgildi. Þannig að ef maður reynir að horfa fram hjá stóru sveiflunum, svona hruninu og svo framvegis, þá kannski reynir maður að horfa kannski aðeins á miðgildið. En þetta sem sagt ekki alveg vont. Þetta bara eins og gengur og gerist svona sögulega séð. Við erum bara einhvers staðar í miðjunni. En það alveg svona horfur á því næstu svona kannski 4 mánuði að það allavega þrýstingur upp á við. Það sé að þeir mánuðir sem eru svona elstir í ársverðbólgunni, að þeir eru lágverðbólgu mánuðir. Þannig að það líklegt að það komi verðbólga næstu 3-4 mánuði fram að áramótum eða svo. Förum kannski við 5% eða eitthvað einnig. Já. Við berum það eins og áður. Já, það ekki bara? Já. RÚV hefur verið með umfjöllun núna, sagði frá í Kveik í gær og hafi verið að fylgjast með vinnumansali og í tengslum við svona snyrtistofur. Í dag kom í ljós að 10 þolendur vændis og mansals og af slíkum snyrtistofum hafa leitað til Bjarkarhlíðar. En RÚV sagði einnig frá því að þetta það ekki væri hægt að sakfella neitt eða... Nei, ég hlustaði á þetta með áhuga, það þó þeir séu með alveg staðfestan grunn, eða bara vissu, að þá geta ekki gert að því að ég tók þannig að því að sala á vændi ekkert bönnuð. Þannig að þeir eru verið að nappa á eitthvað sem eru að kaupa það, en einhvern veginn fannst mér eins og yfirvöld gætu lítið gert. Það væri sem sagt mannsal og hlutaðum eru píndar til að vera í vændi og lögreglan segir eiginlega bara passa því að lögin heimil ekki annað. Ég vona ég sé misskilja þetta, en mér fannst þetta að vera svona. Já, þetta virkar svona eiginlega bara eins á mig. Þetta auðvitað, það þarf auðvitað að vera í eitthvað glæpur og kannski aðeins svona skýrari hver gerandinn í málinu. En þetta, það sem mér þótti nú svolítið áhugavert var líka að þeir skellast ofanum ekki einu svona í lás. Þessum nuddstofum sem að hafa, þannig að það er ekki einu svona heimild til þess. Nei, þetta náttúrulega tvöfalt. Annars vegar þetta þá mögulegt vændið þarna og hins vegar mansal. Mansalið ætti að vera auðveldur að glíma við heldur en vændið þesslega. Ef það vantar kaupandan á vændinu eða eitthvað slíkt, þá samt sá sem að þriðji sem að græða því sem er mansals aðilinn. Og maður hefði haldið kannski að það væri þessar snyrtistofur en það þarf svo ekkert að vera.
Morgunblaðið sagði svo frá því, ég tók nú ekki mikið eftir þessar umræðu en notkun og reiðufé yrði mögulega takmörkuð. Það er svona, já það er ykkur frumvarpsdrög, þetta er kannski ekki... Þetta dúkkar upp á og til. Það gerir það. Þetta kom upp að kjörtímabilinu 2016-17, þannig að stutta kjörtímabilinu þegar Viðreisn var einmitt síðast með fjármálaráðherra. Þá átti að það var svona íhugað að fara að leggja af rauðufé og þetta er að gerast því víða, sko. Já, það er rétt hjá það. Benedikt Jónsson var mjög áfram með þetta. En þetta er líka til að reyna að stöða sko, svarta peninga eða svona underground hagkerfi. Sko. En erum við ekki komin á svolítið hálan ís þegar við erum komin svona eftirlits, svona ofboðslega ríka eftirlitsstarfsemi með öllu því sem fólk gerir? Jú. Ég veit að kona mín sem er sko alsaklaus öllu en þegar hún sá þetta bara hvað er að þessari ríkisstjórn? Það er einmitt það sem ég sá... Sama tíma verið að segja okkur hvernig við erum að pakka niður ykkur öskjur sko, ef að taka vatn og peninga. Já, einmitt. Ef þú klippir á sæstrengin. Já, einmitt sko. Já, ættum að vera með peninga, allan til 3 daga, eitthvað sliðis, og sama tíma er fréttið það að það er takmarka reiðufé. Sko. Já, ég sá að það var mikið fólk svona á samskiptamiðlum, það talaði mikið aldrað foreldra og þar fram til göttunum, það eru ekkert allir sem geta sett sig inn í þessi tæknimál og hafa bara ekki gert það hingað til. Það sé verið að útiloka einhvern stóran hóp af samfélaginu. Þetta tengist aldrei svona peningaþvættis umræðinu. Það er vandamál sem þarf að leysa. Það er rosalegt peningaþvætti í gangi. Það er bara skoðum vímuefnaheiminn til dæmis. Einhvers staðar þarf að þvætta allan þann pening sem að fer í gegnum þann heim. Það er eitthvað smjáraðis upphæðir sem er í gangi þar. Þannig að þetta er svona... Það er alltaf þokast í áttina að það þarf að útskýra hvaðan peninginu komið þegar fólk kemur í bankan með einhverja formúi fjár og eitthvað svoleiðis. En það er samt ekki sko, það langt að peningaþvætti kemur í veg fyrir að móðir mín sem þegar var þingmaður gætt opnað bankareikning en ekki að faðir fjármálaráðherra gætt keypt hlut í banka. Þetta er svona gallar í þessu kerfi sem það þarf að passa upp á. Þetta fari ekki á bara almenna borgara en nái þeim sem eru í peningaþvættinu. Herði, við sjáum hver er framvindur. En á saman tíma sem þetta verið að segja okkur að eiga peninga heima við og þá alltaf takmarka sem sagt notkun á lausafé. Já. Peningum. Við sjáum hvert þetta fer. Morgunblaðið sagði frá því að innverða þegar hann styður bókun 35 og hann treystir Hæstarétti, ég meina það var líf og fjör í kringum þetta samtal í dag. Það mynda Guðlaugur Þór sem var með mikil framíköll á þinginu í dag og krafði ráðherra betri svör. Hann vildi fá hans persónulegu skoðun. Skiljanlega. Já, og sem hann var nú ekki alveg tilbúin að gefa. Hann sagði að hún skipti ekki neinu máli svona í samvikinu. Já, ég sá það, hann sagði það. Hans persónulega skoðun skiptir ekki máli. Já, það er svona eftir að búa semjölög sem maður skilur það einhverju leyti sko að þá er þetta bara komið hendur á rauninni stjórnsýslu og dómstólum að passa upp á en við sem þingmenn eins og hann er þingmaður þegar hann er að fara að samþykkja bókun 35, þá skiptir skoðun hans öllu máli. Þannig að sjálfsögðu þarf að spyrja skoðun hans. Já, en hann svaraði henni líka, spurningunni. Mín skoðun skiptir engu máli. Hann gerir það og það er mjög skrítið, hann getur ekki svaraði, hann var búin að svaraði mjög skýrt áður en á síðasta kjörtímabili, það var svakalega skýr með hver skoðun hans sem bókun 35 verið. Já, en gefur það ekki svona ákveðna vísbendingar að hann hafi nú kannski ekkert endilega breytt skoðun, hann sé nú svona verja sitt fólk svona út af við, sérstaklega eftir að Inga Sæland breytti skoðun. Skipta skoðun þegar fólk fer í ríkisstjórn. Hvernig ríkisstjórn kostar eitthvað sko. Já, en svo ég veit ekki, ég var mjög hrifin að þessu svari Ingu, eins og við töluðum hérna fyrir vikunni, að mér fannst nú bara mjög heiðalegt að segja, ég kallaði til alls konar sérfræðinga og
skil núna betur og ég fagna því að fólk sé, það má skipta skoðun. Þannig vissinlega það geta skipt skoðun. Einu sinni var trúin að jörðin væri flöt. Þá geta við skipt skoðun þegar við sáum að það var ekki. Akkurat. Það var nú að reyndar einhverju farnir að trúa því svona aftur. Það svona, kokið stórt. Já, það stórfrétt og hún svona í mótun. Það drónaflugið yfir Danmörku. Já, og núna við Jótland í dag bara 5-6 flugvöllum eitthvað svoleiðis, sko, sem að... Já, og það hefur svona ákveðin skelfing gripið sig í tengslu við... Danir eru hræddir og svona... Já, þeir tala þjóðarógn og það hefur verið kallaðir til svona þjóðaröryggisráð og en þeim finnst svona líklegt að þetta sé, drónarnir séu þeir séu flogið á loft innan lands. Ég held að við séum með mynd af svona þessum helstu dróna hvað var að segja? Já, þessar flughafnir þarna. Já, það sem fólk hefur verið að sjá, þetta yfirleitt í kringum herstöðvar. Þetta ekkert nýtt. Þetta búið að gerast í Bandaríkjunum til dæmis alveg út þetta ár og frá því fyrir áramót alveg. Leið og kemur myrkur að þá bara fyrir fólk að sjá dróna á ákveðnum kringum flugvelli og herstöðvar og svoleiðis. Það hefur farið merkilega lítið fyrir því í fréttmörinu og kannski af því að ástæðan fyrir því að fólk hefur ekki hugmyndu hvað þeir komu. Einmitt. Já, það sama þarna. En er útilokað þetta séu bara einhverjir sprellarar? Nei, sko, eða svona tröll. Ekkert, það alls ekkert ólíklegt. Nei. Því að Evrópa hefur svona áhyggjur af því að þetta séu Rússar. Já, það nefnilega. Þú kemur hérna eftir ekki með skipin sem að... Hvort tvekja geti verið satt. Já, og utanríkisráðherra Lettlands, hún kom fram og sagði nú bara í beinum orðum að Danir hefðu sagt sínum bandamönnum að þetta væru Rússar. En Lars Løkke tók það til baka. Já, þarna ég frétti það að ferðið 3 skipa vekja grunnsendir í Danmörku og síðast ég vissi þá sögðu þeir einhverjir að eitt að væri rússneskt og það væri mjög líklegt segjum við, að drónunum væri skotið eða þeir færu frá borðið þar, sko. Og þess vegna, ef það og það rússnesk skip þarna og enginn veit svona alveg hvað það að gera og þá ekki nema von að fara fólk, sko. Þetta náttúrulega, þetta svona innrása á innviði Dana. Þetta allavega svona verið að ýja af ákveðinni ógn svona. Miðað við staðsetningar og þess aftar. Og tengsli náttúrulega við stríð í Úkraínu sem bara drónastríð. Já. Miklu leyti. Já. En svo, svona þetta. Já, og Rúf sagði frá því að einmitt að drónarnir hefðu verið settir á loft innan Danmerkur, eins og við sögðum hér áðan og það kom fram í frétt Rúf að flugvöllum, 4 flugvöllum hefði verið lokað. Mér skilst að það sé nú búið að opna eitthvað bara síðan að þessi frétt var sögð í morgun. Það óvissan sé að vonda þarna. En það það, en svo veldur maður líka fyrir sér, það er svona ákveðin svona kaldastri stemning og svona það komin svona múæsingur í NATO-þjóðirnar og svolítið svona svolítið spenna og maður velti fyrir sér ef að Rússa ógn, það væri ekki svona, það þætti ekki ógn af Rússum akkurat þessa stundina, hvort það væri verið að bregðast svona harkalega við drónaflugi við flugvelli. Líklega ekki. Já, það er náttúrulega hættulegt, sko. En dróna upp í svarta lofti. Það að bera það saman við viðbröðin á drónafluginu í Bandaríkjunum, svona á þessu ári, það sem að maður kannski ekki beint. Sko, það voru tiltölulega svona alvarleg viðbrögð, en ekki þannig að það færi að spinnast út í einmitt Rússa eða svona milliríkja deilur eða eitthvað svoleiðis. Þannig að samhengið
breytir umræðinni. Já. Og við erum alveg svakalega góð í að búa til eigin svona vítarhing í paranoju. Það hjálpar ekki. Eins og staðan það svona... Ég veit það og þess vegna skiptir svakalega miklu máli að leita upprunans í staðinn fyrir að lenda bara í vangaveltum og hringra. Það skítamór allir heiminum. Alveg svakalegur og þess vegna þeimun mikilvægur að grafa eftir því hver raunveru upptök. Í staðinn fyrir bara að velta okkur upp úr því og búa til enn meiri paranoju. Og ég vitnaði hérna í frétt af Reuters sem áðan að þetta að Lettland ég sagði bara í beinum orðum að hérna, þeim hefði verið treyst fyrir þessu að hérna Danir væru með einhvers konar haldbærar sannanir fyrir því að þetta væri Rússar en síðan þetta dregið tilbaka mjög snarlega á DR en þar segir Locke að þessi hérna yfirlýsing hún hafi nú bara verið algjörlega úr lausu lofti gripin og þeir vilja alls ekkert hérna svona varpa neinu fram eða benda fingrum það sé bara verið að skoða þetta núna sem innanlandsmál vilja ekki vera búið til óþarfa hérna ógn hjá fólki og vafa hvað framundan og þau vilja halda lágstemmd. Það sést alveg á staðsetningunum eins og kom á kortinu þarna áðan að það mjög líklegt að upprunnin sé að einhverju leyti til innanlands. Það geta verið ýmsar ástæður fyrir því sem það séu samt sko Rússar skilurðu eða einhverjir sem eru þar hliðhollir. Akkurat. En hérna Hvað færir maður fram með svona drónaflugi? Hérna, maður að taka myndir eða maður bara eitthvað pirrast? Bara trufla? Tröllaumröðina, já. Ég held að sé mestu hérna að taka myndir. Þetta engin vopn. Þessir drónar sem hafa verið að finnast þarna í Þeir að skjóta svona, að senda svona dróna yfir til Úkraínu alveg. Þeir eru með svona vopnum, það eru svona langdrægar hérna eitthvað svona drónaflugar. Og talið voru ólíklegt að þetta væri vopnaðar drónar sko. Frekar einhvern veginn mynda en þau samt vantarlega í myrkri þannig að þau geta náð þannig myndum. En sem sagt þetta aðalega þá til þess að valda í rauninni bara ákveðnum efasemdum og vantrausti og vanlíðan og verða efa upp aðeins svona ívi upp fólk. Já, það ekki verið að bæta ástandið allavega með þessu og utanríkisráðherra Rússlands kom fram í rússneska miðlinum TASS þar sem að hann svona fremur harðorður og hann talar að NATO og Evrópusambandið séu komin í raunverulegt stríð við Rússland og hafi lýst því yfir í gegnum Úkraínu á fundi G20 ríkjanna fyrir að fyrsta og svo núna bara á hérna allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna svona með öllu tali og svona þessari þjónkun við Úkraínu forseta. En þetta Úkraínu forseta hafi svarað því bara einna best með að segja að hann til í frið hvenær sem og leið á næst nokkra mánaða rauninni vopnahlé að þá sé hann tilbúinn til þess að blása til kosninga og mun ekki bjóða sig fram. Já, það fer sem sagt öll hérna valdaráns umræðan og allt svoleiðis sem búið að vera ásakanum og svo framvegis. Þannig að hann slaufaði það mjög vel. Já, gott vonandi að þetta fara að vera búið en það ólga víða og það sagt frá því og ég held að RÚV hafi sagt frá því að Þjóðverjar ætli að verja 35 milljörðum evra í geimvarnir. En þeir segja að þetta einmitt, það sama, það ógnir af Rússum og Kínverjum í geimnum. Hvaða ógnir í geimnum? Það einhvern veginn svona það sem ég hef ekki alveg náð utanum. Ég reyndi svona að googla mig í gegnum það, en þeir tala þetta, það sé mikilvægt að vera með svona hernaðarmátt út í geim. Það eru bara eftirlitsvarnir. Já, þetta eru bara þessir, hvað heitir þetta, svona... Myndavélar einmitt. Það eru að senda gervi tungl í kringum tungl Júpíters og taka myndir. Það á engin geiminn, sko. Nei, ég segi,
Þeir allan á myndum sem upplýstna því og þú getur greint borðið hérna. Já. Og það færa hrollur, ég tala hérna áðan svona eftirlit með borgurunum, þetta er ekkert annað, þetta er bara á aðeins stærri skala. Ég get ekki sagt því sem er hrifin að þessu. Það er ekkert nýtt, það er búið að upplýsa það ítrekkað að það er fyrir að njóstum okkur. Já, ég held að við höfum öll svolítið svona gengist við því þegar við ákveðum að vera með snjalltækin í vasanum alltaf á okkur. Já. En það er ólga allan heim og ekki, Bandaríkin eru þar hvergi undanskilið. Washington Post segir hérna frá því að Pete Hegseth, hann hafi svona kallað til skyndifundar hann ætlar að fá hann er varnarmálaráðherra Bandaríkjanna og hann boðaður allar herforingja og aðmírála Bandaríkjanna á eitthvað svona algjörlega fordæmalausan skyndifund. Þessi fundur verður haldinn í Virginíu í næstu viku en það veit enginn hvað fundurinn á að vera. Og það þessum upplýsingum var lekið í Washington Post sem segir frá þessu svona exklúsíft í dag en þetta er 800 manns og þeir eru staðsettir víðsvegar heiminn og það er hérna, það eru nú svona einhverjir þeirra sögðu að það væri blikur á lofti að það ætti hreinlega bara að reka þá því að Hegseth hefur talað tala fyrir umdeildum aðgerðum í varnarmálum í Bandaríkjunum, hann ætlar að segja upp öllum þessum stjórnendum. Þannig að ekki bara óvarsent fjöldapost á allir allir að kaupþing fundarbúðum ekki signar eða eitthvað svona Rítarinn var þannig að redda sér fyrir að útskýra það einhvern veginn hann hafði ekki gert það óviljandi Einmitt. En það barst skringifrétt, þetta var svona framhald af skringifrétt við sögðum frá hérna í gær að Donald Trump hefði orðið ævareiður yfir rúllustigamálum á fundi, á allsherjarfundi Sameinuðu þjóðanna og hann gerði það stórmáli hreinlega að rúllustiginn stoppaði þegar hann og forsetafrúin voru komið svona hálfa leið upp og nú hefur komið nú hefur verið sendt út yfirlýsing hreinlega að það verði farið í djúpar rannsókn á þessu máli hvort að ykkur hafi ætlað að bara gera honum illt og forsetafrúnni, hvort einhver hafi verið rekkjan eða ætlað sér hann myndi detta. Hann talaði sjálfur að hann væri nú svo hraustur að þeir hefðu nú ekki séð það fyrir hversu hraustur hann var. Hann var varla komin á stað í stiganum þegar hann stoppaði. Konungsvarna og undan var komin held ég bara 1-2 þrepið í mesta lagi líklega einhver bara reykir sig í rauðatakkan Já, það er nú það sem starfsfólkið þarna sagði kannski svo þungur að stíginn bara hann ekki. Það getur við. Hann er búin að vera ósempek kallinn. Getur það ekki verið? Mér hefur síðast kjörtímabil alltaf og hann er búin að slá á sér. Jú. En svo Daily Mail sagði frá svolítið furðulegu máli. Það er mikið af furðulegum málum frá Trump í dag. Það eru stytta af honum og Epstein sem var búið að svona smella hann fyrir framan Hvíta húsið. Þær hafa svona verið að poppa upp víða. Þær eru teknar niður jafnharðan en þessi fékk nú að standa í allavega sólarhring. Við erum með mynd af styttunum sem hafa nú verið fjarlægðar en þetta er hinn veglaustu verk. Þannig að sést hann halda í höndina á Epstein sínu meinta vini og og þetta er Þetta er mikið listaverk. Já, þetta er mikið listaverk. Það er aktivistar og duglegir. Það er vel gert. Já. Þetta er ekki rauglar sem gera þetta. Nei, og svona talandi gull og fagurfræði, þá sagði ABC frá því í morgun að Trump hann hefði svona sett upp nýja, hvað ég var að segja, þetta var svona eins og yfirlitssýning forseta Bandaríkjanna. Þetta eru svona, myndir, brjóstmyndir af öllum nema Biden og við erum með svona aðeins betri mynd af þessu. Myndin
Já, þarna Trump og síðan Biden og svo verður aftur Trump og hérna það sem að vekur athygli að þessi mynd af Biden auðvitað ekki af Biden og hún ekki einu svona höndin á honum, hún af svona róbóta sem að skrifar hérna, já, svona einhandar áritanir eða undirritar fyrir forsetana og hérna meðal annars Trump en hann voru fannst þetta viðeigandi. Nei, er þetta ekki Sleepy Joe, hann hérna. Er þetta ekki hérna mugshotið á hann Trump hérna? Já, sveimir þá. Ansi lík. Hún er ekki hérna ólík. En já, þetta alltaf eitthvað nýtt þaðan. Já, einmitt, og það einmitt, eins og ég segi það, mikið að skrýpa fréttum frá Trump í dag. BBC segir frá Vesturbakkanum, ég tók hérna svona aðeins saman í gær Vesturbakkan, en talaðir að hérna núna á BBC að hérna nú þegar séu fólk, palestínufólk sem staðsett á Vesturbakkanum, það hreinlega bara lokað inni og í þessari grein sagt frá því að fólk sem átti flug þá á flugvöllunum Jenin eða Tel Aviv jafnvel, það fær ekki að fara. Það orðið innlyksa þarna og hérna þetta auðvitað allt liður í því sem að Ísraelar eru búnir að vera að segja okkur allan tíman að þeir ætli ekkert í neina tveggjaríkja lausn, þeir ætli bara að taka yfir Palestínu bara með öllu sem þeir eiga virðist vera og nú þeir heldur betur farnir að bæta í á Vesturbakkanum. Það á allsherjarfundi þá kom Mahmoud Abbas, var með ræðu í dag, hann kom nefnilega ekki fram því að hann fekk ekki að sitja fundinn. Hann mátti ekki koma til Bandaríkjanna. Nei, fekk ekki vísaáritun. Hann fekk ekki vísaáritun frá bandarísku stjórnvöldum sem höfnuðu því. Leyftu Netanyahu hins vegar. Já. En já, hann hérna Abbas var svona hann talaði fyrir friði og hérna hafnaði svona þessum dæmigerðum, hvað ég var að segja, svona þessum ábyrði að þetta sé allt Hamas og þar fram eftir götunum. Hann talaði nú fyrir kosningum eins og Zelenski að það kæmi bara ofboðslega vel til greina leið og Palestínufólk fengi að ná sér á strik að þar færi nú bara fram lýðræðislega kosningar en hann impraði einmitt á þessu með tveggjaríkja lausnina en svo hann auðvitað óskar líka eftir að eiga að verða aðildarríki, að Palestína verði aðildarríki að Sameinuðu þjóðunum og það sé liður í að enda þessa löngu mér langar ekki að segja deilu af því að þetta auðvitað bara þjóðarmorð, já. Og það auðvitað sáu þið ræðuna hennar Þorgerðar Katrínar, ég veit að þú sást hana einmitt, við sýndum hana nú aðeins í gær, veit ekki hvort að þú sást hana. Hún var með mennsk, hún átti erfitt með sig. Já, hún bara grét og svona féllu hún þurfti að berjast við það, já. En það var á undan henni hryllilegu vitnisburður frá Palestínu sem hún hlustaði á áður en hún fór með sína ræðu og hún átti mjög bátt með sig. Það vakti samt athygli mína að Þorgerður Katrín og athygli mín og athygli fleira fólks að Þorgerður Katrín hún fór á samskiptamiðlinn X og smellti þar í svona stöðu uppfærslu þar sem hún segir að hún svona talar tveggjaríkja lausnina og hún svona svolítið bakkar frá þessum einarða stuðningi við Palestínu og palestínst fólk og þeirra mannréttindi. Hún fordæmir Hamas og talar gíslana og maður velti fyrir sér hver hafi hnift í hana þannig eftir ræðuna. Það hægt að gera hvort tveggja, styðja Palestínumenn og andmæla Hamas. Já, en það svona spurning, hvers vegna í ósköpunum hún hafi valið þennan tíma til þess að tilkynna það? Það ofta erfitt að vita svona diplómatísku ástæðunar. Það eru sjaldan sagðar upp hátt. Fyrrverandi flokksfélagar úr Sjálfstæðisflokknum sagt hér að lausnin
á þessu sé svo að Hamas sleppi gíslunum. Það er samt ekki lausnin, sko. Ha? Það er samt ekki lausnin. Nei, Það er stundarfriður kannski. Já, en hún virðist bara nokkurnu í ná þeirri línu þarna. Já, sem er svo merkilegt vegna þess að Netanyahu sagði nú bara síðast í gær að það kemur ekki til greina þessi tveggjaríkja lausn. Það væri bara eitt ríki. Og allt sem að hann gerði og Ísraels ríki stemdi að því að bara þarna standi eftir bara Ísrael og bara framfylgja því sem stendur í Gamla testamentinu. Akkurat, og það eru við segjum auðvitað alltaf frá því sem er að gerast á Gaza og Al Jazeera stendur sig nú kannski svona einnar best af þessum stórum miðlum í að fara yfir það sem er þar í gangi. Þrátt fyrir hvað búið að myrða marga starfsmenn þar. Já, og þrengja að Al Jazeera auðvitað ekki inn á Gaza lengur. Það er búið að myrða þeirra fólk þar eða bara hreinlega reka þau í burt. Þannig að þau eru svona... Eitt annað er ekki í burt en það er bara búið að drepa það bara með koldu blóði. Já, ég held að séu tvö sett eða ekki? Tveir hópar? Já, en svo 200... Sjálfsögðu uppnefnd Hamas leið og það gert. Það eru bara standardprotokoll. Akkurat. Og þetta er bara, og þetta er bara aftur og aftur og aftur. Og þetta er, sem sagt, í fréttum Al Jazeera í dag þá er svona stikla og stóri að vera að tala að fólki sem er í sem sagt, miðborg Gaza borgar, í kringum 1 milljón manns sem eru núna innlyksa, komust ekki í gegnum þessar útgönguleiðir sem að þau höfðu til þess að fara til norðurs eða eitthvert inn til suðurs þar sem að þau átt að vera örugg á hinn svokölluðu öruggusvæði. En fyrir vikið þá rignir yfir þau sprengjum og nú óttast bara alheimurinn held ég að virkilega miklar og viðbjörslar blóðsúthellingar eftir að dags og eiga sér stað þar núna næstu sólarhringa. Þetta fólk verður hreinlega bara þurrkað út og ég held að ég sá nú nokkur myndbönd svona á samskiptamiðlum í dag þar sem að fólk var hreinlega bara að kveðja og þetta er svo átakalegt. Maður er búin að fylgjast með þessu í þetta langan tíma, 23 mánuði, þetta er að vera 2 ár. Bara í beinum útsendingu og einhvern veginn þá og það er allsherri þing og það er allir að vilja gerði en samt einhvern veginn. Og Magna, hvað þarf fáa til þess að það gerist ekkert? Akkurat. Já, en það er að vonda við þetta. Við hefum aðeins sagt frá því reyndar að það hefur orðin svona ákveðin breyting í því sem að svona stuðningi ríkja við Palestínu og stuðningi það gerist ekkert fyrir að Bandaríkin gerir eitthvað. Nei. Í þessu, sko, það er ekkert. Þau einn geta að stoppa þetta. Já. Stjórnuðu þar hjá okkur ekkert neina vonir að svo verði. En Spánn og Ítalía, við sagði frá því að Ítalía sendi freigátu eftir frelsisfleyjunum, Freedom Flotilla, sem eru svona bátar, útbúnir vistum og stefna á Gaza. Ísrael eru búnir að sprengja og svona trufla útsendingar og fjarskiptabúnað og annað. Er ekki Greta Thunberg þar borð? Jú, Greta Thunberg ásamt hundruðum annara sem eru á leiðinni. Og Spánn bættist við og sendi einnig herskip og nú hafa þau og ætla að fylgja þeim alla leið. Ítalir dróun samt heldur í land í morgun og sögðu, eða svona óskuðu eftir því við fólk að það myndi landa þessum vistum einhvers staðar hérna í Grikklandi, mjög nálagt en þau þetta neita því bara áfram Það mjaka samt, það er líka verið að reyna að þröngva Ísrael út úr íþróttaviðburðum
Akkurat. Þannig að þau berjast á hæla hnakka, það er alltaf að koma í fyrir að því verið breytt. Akkurat, og svo má sjá hérna á rúfsæði frá því mitt, Eurovision mitt, að nú verði... Nú er þetta komið alvöru mál, sko. Já. Akkurat, og þetta, mér skilst að það hafi komið fram í tilkynningu frá samtökunum EBU að það verði kosið þetta í nóvember. Vá. Já, þannig að samtökin ætla að boða til auka þings og þarna verður framtíð Ísraela í Eurovision bara ákveðin. Miðað við fyrri svona reynslu af þessu, þá verður mjög áhugavert að fá að vita hver ákveður það fyrir Íslands hönd, hvort að Ísland greiði með á móti í þessari atkvæðagreiðslu. Eru ekki búin að, er ekki komið fram hjá okkur? Ekki í Íslandi, nei. Nei, það var svona, já, það er svona, Stefán Eiríksson reyndar í að því hérna í viðtali við Björn Þorláksson að þetta væri nú svona, já, þú veist, ef að Ísraeli yrði með, yrði nú ólíklegt. Gaf það líka frá sér fyrir síðustu Eurovision, þannig að það var ekki hans að taka rauninni, er RÚV að taka það ákvörðun. Nei, en Rúnar Freyr sagði hann þetta ekki einhvers staðar, hann er svona verið... Þannig að verið að henda þessu fram og tilbaka ábyrgðin á því, hann er verið svona framkvæmdastjóri fyrir þetta. Já. Þannig að mér finnst það ótækt í rauninni að... Þetta er langt skengið inn í þjóðamorðið. Já, þetta er komið á það stig að það eru stjórnvöld sem eiga að hafa áhuga á þessu. Akkurat. Þetta er nú einu sinni OHF, opinbert hlutafélag. Já, bara ráðherra í hlutist þetta. Það meina það? Það var það sem var sko beðið í rauninni. Það er sérstök stjórnan. Það er pólitísk stjórn yfir RÚV. Og þau fá að sjálfsögðu svona ráðleggingar frá sínum svona skipunar aðilum. Svona mismundi kannski milliflokka. Við vorum með fulltrúa þarna en það bara reportað til okkar. Við vorum aldrei að skipta okkur að því hvað viðkomandi var að segja eða gera. Þannig að en það bara eins og mismundi flokka en þegar allt kemur til alls þá er þetta pólitísk ákvörðun og ég skil alveg að útvarpsstjóri vilja ekki taka þá ákvörðun og bara gefa þann bolta frá sér. En myndi maður ekki einmitt vilja taka þá ákvörðun? Svona við erum komin hingað alla leið. Þetta er orðin milliríkjadeila. Já. Það er bara þannig. Já, en það verður spennandi að sjá nóvember hvernig fer með Eurovision. Ég verði allavega mjög fegin að geta horft eftir á Eurovision ef svo fer að Ísrael verður rekið úr keppni. En MBL sagði frá Nei, herðu, ég er að gleyma hérna Le Monde og Sarkozy sem að fekk 5 ára dóm. Já, þannig að sem að segir okkur það að hann sem að hefur nú verið með ökklaband á meðan að rannsókn og réttarhöldum hefur staðið að hann mun þurfa að sitja inni en þetta er fyrir að þiggja formúrfjár frá forseta Líbíu Gaddafi. Allavega leitast til þess að fá formúrfjár frá Gaddafi hvernig sem að nákvæmlega hvernig það kom út í dóm er ekki alveg hvort að hafi farið fram millifærsla eða ekki. Hann var allan ákærði fyrir Já, einmitt. Ég skil fyrir hlutina rétt. Já, en það var ekki komið fram hvort hann ætlaði að áfrýja það hlýtur að teljast líklegt en hann verður fangelsaður jafnvel þó hann áfrýji eins og sagði hann í Le Monde. En hingað heim þá var nú það var talað aðeins um svona veðmálastarfsemi á Alþingi morgun. Fylgdust þið eitthvað með þessu? Já, svona, en ég hlusta ekki allar umræðunar en ég veit alveg hvað máli snýst. En það er sko, þeir segja að þetta sé alveg bara niður í yngri flokka sem við reyna að hagræða úrslitum. Það er einhver að veðja á þetta. Segir það bara kannski KR Valur í 4. flokki keppa og það er einhverjir menn út í heimi sem er búin að vera að veðja á þetta. Og ef þetta er þannig að það sé verið að gera það, hvað er þá gert það sem eru milljarðar í húfi, sko? Ég held að íþróttarheimki bara í heiminum verður bara að fara að pæla í þessu. Stundum er það erfiðara, það sem eru milljarðar í húfi. Það er eftirlitið meira og svo framvegis. Nei, það eru sko hafa leikmenn á tilverið. Já, tímalaust. En það er miklu meira undir hvað varðar sko eftirlit og ábyrgð
með þannig veðmálum á þeim stöðum. Þannig að þarna kannski sleppuru af því að það enginn að fylgjast með. Það smáirar kannski. Já, Dagur B. hann bendi einmitt á Dagur B. að því að við tölum nú peningaþætti áðan, þá var Dagur B. tengdi þetta tvennt og bendi á að ríkislögreglustjóri hefði nú einhvern tímann tengt ólöglega veðmála starfsemi og svona peningaþvætti og skipulega glæpa starfsemi. Þannig að þetta virðist haldast kannski mögulega í hendur. Ég veit ekki en það eru allir sammála samt að þetta sé eitthvað sem að þurfi að halda frá börnum fram í lengstu lög. Já, ég veit rétt, sko, þá eru Englendingarnir búin að banna auglýsingar frá þessum veðmálasíðum á búningum liðana. Akkurat. En það er svo erfitt að ná utan þetta. Þetta er auðvitað á TikTok og þetta er svona, svo er endalaust svona, það er svona, hvað heitir það, svona Twitch-streamerar sem eru bara að veðja fyrir hönd krakka. Þú leggur inn á, ég held að hann Lil Binni hafi verið svolítið í þessu, tengdasonur Bjarna Ben. Mokkinn talaði einmitt veðmálasíðurnar líka við eins og Sigurjón kom inn á, þá hefur þetta áhrif á úrslitin í yngri flokkunum. Þetta er komið þangað, sko. Þá er nú mikið sagt. En Morgunblaðið er líka frá öðru sem snýr að börnum og það eru heilmargar fréttir sagðar af því að einhverjar MH-ingar fóru á fyllir í. Er ég að gera lítið úr vandanum? Nei. Ég veist velverðingar en það á ekki að selja 15 ára krakka áfengi. Nei, þeir voru töluvert eldri. Það kemur fram í fréttinu. Nemendur á þeim aldrei að lögulega geta keypt áfengi. Það er mjög áhugavert ennþá samt að við séum orðin lögulega fullorðin 18 ára en það eru tvö ártöl tvær tölur í íslensku lögum þar sem að þú eru ekki orðin fullorðin 18 ára. Það er að kaupa áfengi 20 og bjóði fram sem forseta 35 ára. Búið. Af hverju má ekki bjóða sig fram til forseta 18 ára? Af hverju má þá heldur ekki kaupa áfengi 18 ára? Já, þetta er svona umræða. Það talaði að þetta sé svona lýðheilsumál. Auðvitað er þetta lýðheilsumál. Það þýðir ekki endilega að það sé lögreglumál. Þannig löggjöf að gera. Það eru lög í landinu. Sem við ákveðum. Það er ekki hægt að gera svona löghyggju rök að segja að það eru lög þar alveg en þetta bannað en við byggum til lögin. Við byggum til lögin með áður en aðurinni það varð 18 ára lögráða. Það var 16 ára fullorðin hérna fyrir nokkrum árum síðan það var líka 20 aldurstakmark á áfengi. En hann segir líka og Auður forstjóri hann er bara Já, það var alveg miður sín yfir þessu. Skiljanlega. Já, þetta var nú svolítið leiðilegt. Það þurfti að kalla til lögreglu og MH-ingarnir voru, þeir var bara svona skutlað heim. Það var látnið blása. Látnið blása. Þeir sem voru fullir voru tegnum yfir. En svona menningarstríðið það stoppar ekki. DFF talar að Sema Erla blandi sér í mál Snorra og Þorsteins. Þetta Snorri Másson segir bendir á það að Þorsteinn Vaffeinason sem kynjafræðingur og kennari með námskeið við Menntaskólann í Kópavogi þar sem hann tekur einhver dæmi af orðræðu Snorra. Snorri birtir þetta á síðunni sinni og nú segir Sema, heyrðu stopp, nú stýrir mann. Hversum erum við komin á þann stað að kjörni fulltrúar eru farnir að ráðast hér af almennum borgurum með slíkum slíku offorsi og hundablístri. Og hvað sem maður kann að finnast þetta mál, þá birti Sema Erla skjáskot með þessu. Þetta er gömul færsla frá Snorra Mássyni þar sem hann sést með druslugönguhúfu, þetta er frá 2017 og það er ummæli þarna sem einhver segir, það sem hann segir einhver með myndband af ræðu Sóleyjar á druslugöngunni. Svo takkar hann hana Sóley Tómasar, Andrés Ingi, Sunna Ben, klikkað gott, alvöru stöf, kynjafræði í grunnskóla, please, please. Fylgjendur Snorra Mássonar vilja meina að þetta hafi nú bara hann að vera kaldhæðin
En já, svona sitt sýnist hverjum. En kannski skipta hann bara skoðun. Kannski skipta Einmitt, já. eins og bókun 45. Það er spurning. Það er ómögulegt að segja þegar fólk er að vera kaldhæðið, hvort að það meini það í alvörunni eða ekki, eða notu kaldhæðinni eftir á sem einhvern Svo er það líka löngu áður en maðurinn býður sig fram til Alþingis og þetta er bara mikið yngri þarna og bara einhver svona galsaskapur, maður veit ekki það. Einhver leftisti þarna bara. Já, kannski var þetta bara tískubylgja. Mögulega. En það eru flóknast tískubylgjur. Já, hvað ekki verið næsta tískubylgja hjá honum? Já, einmitt, það er svona trend í því sem að Snorri tekur sér fyrir hendur. Það eru við ætlum kannski bara að fá aðeins að mynda veðrinu næst. Ef að við getum fengið þar, það spáir brjálir veðri. Ég ætla nú aðeins að fá að loka þættinum bara í kvöld á veðrinu. Veðurfréttir eru venjulega síðast í fréttatíma. Já, mér fannst það eitthvað svo viðandi, þannig að ég hugsa að við erum alveg fréttatími. Við verðum að hafa smá veðurfréttir, svona allavega annars lagi. Þetta er stór frétt, sko. Já, en þetta er svo svakaleg mynd. Svona veðurspá er bara mikil frétt. Já, þetta er sem sagt úrkomuspá fyrir morgundaginn og þetta er nú bara eitthvað sem hefur sjaldan sést. Svakalega úrkoma og hér má sjá. En það er annars Suðurland og Suðvesturlandi sem er alveg bara á þessum tíma sem þessi myndi frá sem er alveg bara ótrúleg, sko. Og fólk hvatt til að móka vel frá allir niðurföllum og annað slíkt. En hér þurfum við að setja punkt í fréttir kvöldsins. Svona hleypur tíminn frá okkur. Og ég þakka fyrir mig rauða borðinu og býð ykkur bara að horfa á nokkrar auglýsingar, síðan tekur rauða borðið við. Og þið sem eru að horfa á okkur á YouTube eða í streymi, þið þurfum að fara út úr þessum link inn og finna næsta link eða ætla að horfa á rauða borðið. Þið sitji bara kyrr og hlýða nokkuð skilaboð og síðan er það rauða borðið. Takk fyrir okkur í kvöld. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagur minn. Ég ætlaði nú aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands.